Sjór hefur ítrekað flætt yfir bílastæði við Reynisfjöru og fólk átti fótum sínum fjör að launa í stórstreymi í vikunni. Sjórinn hefur grafið stóran hluta úr hlíðinni ofan við fjöruna. Bandaríkjaher hefur veikt getu Írana til að gera árásir á Hormússundi undanfarna daga. Hópur rúmlega 20 ríkja segist vera tilbúin að tryggja öruggar siglingar sundið. Börn sem dvelja hér í leit að alþjóðlegri vernd fá ekki að sækja leikskóla eða tómstundir. Barnaheill telja þau búa við óviðunandi aðstæður. Félagsmálaráðherra segir breytinga að vænta. Brottflutt grindvísk ungmenni komu saman á ungmennaþingi í heimabænum í dag. Þau segja mikilvægt að unga fólkið fá að hafa raunveruleg áhrif. Fá að heyra þeirra raddir, bara hvað þau vilja gera í framtíðinni og bara hvernig við ætlum að byggja upp bæinn aftur fyrir okkur. Kona sem bjó við fátækt segir mikilvægt að sýna þeim virðingu sem þurfa að þiggja aðstoð. Hún safnar nú páskaeggjum handa börnum í efnaminni fjölskyldum. Þetta væri kannski mín leið til að gefa sjálfum mér tilbaka. Gott kvöld. Sjór hefur ítrekað flætt yfir bílastæði við Reynisfjöru og heimað veitingaskálanum eftir gríðarmikið landrof í fjörunni. Sjórinn felldi viðvörunarskilti koll og hreif eitt þeirra með sér á haf út. Landeigandi segir þörf á miklum framkvæmdum til að koma í veg fyrir skemmdir á bílastæðinu. Atlantshafið hefur bara greiða leið orðið hér inn á planið og í áttina veitingastæðinum. Fjörukampurinn nánast allur farinn. Og það var á síðasta sunnudag, þá gekk mikið á, það var sunnanátt og ölduhæðin var mikil og tókum við á það ráð að nota gröfu sem við eigum og mokuðum hérna skurði. Náðum að verja okkur svona að mestu leyti. Svo það náttúrulega að fara hér í einhverjar stórtækar aðgerðir til þess að stoppa þetta landrof. Það var allt hér í stórum grjótnullungum síðast þegar við vorum hérna, þeir eru bara nánast farnir. Já, þeir veltast bara hérna eins og kortapar hérna út allt. Það getur gerst bara á einni nótt ef það er mikið brim. Landrof heldur áfram hérna í Reynisfjöru og mælingar benda til að fjaran liggi í raun það bil 4 metrum lægra en hún gerði áður. Og þess sjást í raun að veru merki á Stuðlaberginu hérna fyrir aftan mig. Ef við skoðum mynd af strandlínunni frá 2024 og berum saman við nokkurn veginn sama sjónarhorn í dag, sést glöggt hversu miklu neðar hún liggur í dag. Við segja það bara elstu menn sem maður hefur talað við, þeir hafa aldrei upplifað annað eins og þetta, eins og búið verið í vetur, þessi helvítis austanátt. Heldur að fjaran fari einhvern tímann aftur í sitt fyrra horf? Ég held ekki, en við fáum nú væntanlega eitthvað meira af sandi. You never want to see the ocean or the sand going away and kind of eroding the landscape that's here. You can tell that there has been some erosion here. Significant. Yeah, yes, definitely. Seeing the impacts of the climate firsthand, which being from the States, we don't see stuff like this. Hérna við sjáum við nokkuð vel bara hvernig búið að brotna hérna upp úr þessu. Já, þetta alveg gríðarlega mikið landrof hérna sem við farið úr brekkunni og svo ef það gerir óveður, það er ekki bara sjórinn, ef það gerir óveður þá fara þessi stóru steinar, þá koma þeir nú bara hérna niður. Þannig að það getur verið hættulegt að fara hérna upp eftir þá? Já, þetta er allt saman hættulegt. Þarf ekki að koma upp hérna nýjum varúðarskiltum? Þau eru í framleiðslu og koma væntanlega í næstu viku. Einmitt, það náttúrulega brotnaði bara beinlínis undan þeim? Já, það fóru bara, við náðum nú að bjarga nú megnin af því, en hitt fór nú bara í sjóinn. Myndavélamastri, það var nú bara hérna, þetta er nú endin á kaplinum, það var hérna og svo voru skiltin hérna inn á pallinum, útsýnispallinum, hann er allur farinn og meira til. Við sjáum hérna malbikið hérna bara í stórum plötum hérna. Já, það eru nokkri fermetrar af malbiki hérna í fjörunni og eitthvað er náttúrulega farið í sjóinn. Þá vikur sögun út í heim. Bandaríkjaher segir að geta Írana til að gera árásir á Hormússund hafi verið skert verulega. Herinn réðist á neðanjarðarvopnabúr í vikunni og eyðilagði þúsundir stýriflauga, dróna og annarra vopna. Auk þess var ráðist á innviði tengda leyniþjónustu landsins og eldflaugaratsjá sem fylgdust með skiparhreyfingum á sundinu. Bandaríkjaher hefur gert árásir á rúmlega 8.000 skotmörk og segist ráða lofthelgi landsins.
Írönsk mannréttindasamtök segja að 640 loftárásir hið minnsta hafi verið gerðar á landið í gær og að stríðið hafi kostað tæplega 1400 manns lífið á undanförnum 3 vikum. Iran has lost significant combat capability over the last 3 weeks. We are taking out thousands of Iranian missiles, advanced attack drones, and all of Iran's navy, which they use to harass international shipping. Their navy is not sailing, their tactical fighters are not flying, and they've lost the ability to launch missiles and drones at the high rates seen at the beginning of the conflict. Our progress is obvious. So far, we've struck over 8,000 military targets, including 130 Iranian vessels, constituting the largest elimination of a navy over a 3-week period since World War II. My operational assessment continues to be Iran's combat capability is on a steady decline as our offensive strikes ramp up. Hópur meirinn 20 ríkja, meðal annars Sameinuðu arabísku furstadæmin, Bretland, Frakkland og Þýskaland hafa gefið út sameiginlega yfirlýsingu þar sem þau fordæma árásir Írans á flutningaskip og borgaralega innviði á Persaflóa. Þau saka Íran að hafa lokað Hormúsundi og krefjast þess að öllum árásum verði hætt strax. Ríkin séu reiðubúin til að leggja sitt af mörkum til að tryggja öruggar siglingar sundið. Hernaðarráðgjafi segir að þó að Bandaríkjamönnum hafi tekist að veikja íranska herinn, þá taki það nokkuð tíma að ráða niðurlögum hans. Sending naval vessels to escort commercial ships through the Strait of Hormuz, it isn't a non-starter, it's perfectly feasible. But before you do that, you have to create a bubble of security which brings the risk down to a tolerable level. And that means, therefore, degrading the Iranian will, certainly, but absolutely their capacity and capability to pose a threat to those ships. The Americans have absolutely no doubt significantly degraded the Iranian military capability. But I think it's fair to say they have not yet eliminated it, and that is going to take quite some time. Hingað heim. Barnaheill og umboðsmaður barna óttast velferð barna í leit að alþjóðlegri vernd. Þau fá hvorki aðgang að leikskólum né tómstundum. Vinnumálastofnun tók yfir þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd fyrir tæpu ári og eftir þá breytingu hafa börn í þeim hópi hvorki aðgang að leikskólum, tómstundum né frístundaheimilum. Þetta það sem við höfum verið að kvarta yfir við ráðuneytið núna í rúmlega ár. Og fleiri hafa viðrað áhyggjur af þessu. Umboðsmaður barna sendi félagsmálaráðuneytinu nýverið erindi hvort þetta samræmdist barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og bað ráðuneytið að endurskoða þjónustuna. Ráðuneytið svaraði með því að vísa í útlendingalög en samkvæmt þeim eigi börnin ekki rétt á að sækja leikskóla, frístundaheimili eða tómstundir. Ég myndi segja að það sé ekki hollt fyrir neitt barn að vera staðsett inn í íbúð allan daginn. Í fyrra fékk Barnaheill ábendingum að ítarlega reglur hefði verið settar og hengdar upp í Jóðellhúsinu þar sem umsækjendur alþjóðlega vernd búa á vegum Vinnumálastofnunar. Til dæmis að barnaverndaryfirvöldum yrði gert viðvart, væri barn eitt á ferli í stigaganginum, börnum var bannað að leika sér án fullorðina og foreldrum hótað að missa framfærslu sína brytu börnin reglurnar. Íbúar buðu fulltrúum Barnaheilla að skoða aðstæður en þeim var meinað að koma í húsið. Vinnumálastofnun hefur borið fyrir sér persónuvernd en ég sé ekki að þegar að fólk vill að við kíkjum í heimsókn að við fáum ekki að kíkja í heimsókn. Og að lokum tók Barnaheill af skarið og bauð börnunum upp á tómstundanámskeið. Við höfum verið í samstarfi við Listasafn Reykjavíkur með myndlistanámskeið fyrir börn sem eru umsækjendur alþjóðlega vernd og við höfum einnig verið í samstarfi við Borgarleikhúsið. Hefur barnasáttmálinn verið brotinn gagnvart þessum börnum? Ég get ekki kannski svarað því hér og nú en því sem ég get svarað er að við munum leggja okkur fram við að kippa þessum málum í liðinn og tökum gagnrýninni mjög alvarlega. Komast þessi börn í leikskóla, komast þau í frístund og tómstundir? Ég stefna á svo að verði innan mjög skamms tíma. Það sem er mikilvægt er að börn fái valdeflingu, fá vera hluta af samfélagi, jafnvel þó þau séu einungis á landinu í stuttan tíma.
Karlmaður sem var handtekinn í gær vegna alvarlegrar líkamsárásar í bílakjallara við Höfðatorg í Reykjavík aðfaranótt þriðjudags hefur verið úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald. Alls voru 8 karlmenn handteknir vegna árásarinnar, allir eru erlendir ríkisborgarar með lítil tengsl við landið og 2 þeirra eru í gæsluvarðhaldi. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu er rannsóknin umfangsmikil og árásin rannsökuð sem tilraun til manndráps. Unglingar frá Grindavík hittust í heimabænum á ungmennaþingi í dag. Þau ræddu skólamál og fleira sem brennur á þeim og nutu þess að hitta vini og gamla skólafélaga. Við erum bara að safna saman ungmennum og Grindavík og bara fá að heyra þeirra raddir, bara hvað þau vilja gera í framtíðinni og bara hvernig við ætlum að byggja bæinn aftur fyrir okkur. Þá erum við bara svona að leyfa krökkum raddirna þeirra fá að heyrast almennilega. Hvað brennur helst á krökkunum? Tómstundir og skólamál og íþróttir. Það mættu hátt í 40 unglingar í 7. til 10. bekk á þingið í menningarhúsinu Kviku. Öll búa þau annar staðar, flest á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjanesbæ. Í ljósi þess að skólastarf hefst aftur í bænum í haust í fyrsta sinn síðan 2023 var mikil áhersla lögð á skólamál og hinnir ýmsu vinkla ræddir. Núna erum við að gera svona hvað er að stoppa okkur að koma heim. Þá erum við svona í kringum skólamál. Hvað er verið að nefna í samhengi við það? Eins og hjá okkur eru fáir bekkjarfélagar og foreldrar. Við erum ekki komið meira eins og staðan núna. Eru margir á leið í skóla hérna í haust? Já, ég hef alveg heyrt frá mörgum að þau ætla að koma aftur. Hvers saknið mest við Grindavík? Bara félagslífsins og íþróttina sérstaklega. Já, íþróttunar mest, bara að sakna að vera í körfubolta með Grindavík og spila í gulu. Og farið var víðan völl og hinn ýmsu mál rædd. Þau segja miklu máli skipta að ungmenni fá að hafa raunveruleg áhrif. Bara ógeðslega miklu sko. Það er oftast sagt að ungmenni fá að gera svo mikið eins og svo. Ef við segjum eitthvað það var gert að gera svolítið en þetta mun ekki hafa áhrif á svona stór mál og eitthvað. Hvað gerir það fyrir ykkur að hittast hérna öll saman í Grindavík? Það er bara besta sem maður gerir að fá að koma að hitta vini sína aftur og fá að hittast aftur er bara geggjað og við elskum það öll. Sýningin Verk og vit er nú haldin í Laugardalshöll í 7. sinn. Þar má sjá allt það nýjasta í byggingariðnaði og mannvirkjagerð og iðnaðarmenn bera saman bækur sínar. En svo hefur hún líka það hlutverk að kalla til almenning og leyfa þeim að koma hér og skoða sýninguna og upplifa það sem er að gerast á markaðnum. Og er eitthvað sérstakt sem er spennandi fyrir almenning hérna að sjá? Og það er svo margt. Það er alveg óboðslega margt. Það er allt frá raftengdum hlutum, alls konar lausnum. Við erum til dæmis með sánu í smíði sem að tækniskólinn er að smíða inn á Bíkó-rýminu sem að tækniskólanemar hafa verið að hanna og byggja. Við erum að sýna snjallsteypu, gervigreindin er komin inn í steypuna og við erum til dæmis að sýna hvernig steypa getur flotið. Við erum líka að sýna umhverfisvæna steypu þar sem við erum að nýta gamla steypu í nýja. Hér erum við að til dæmis taka, segjum að þú ert að rífa gamla húsitt og byggja nýtt, þá erum við að taka gömlu steypuna, við erum að endurvinna hana og nota hana sem fylliefni, þannig að hún kemur svona. Síðan erum við að mala hana niður og nota sem fylliefni í steypuna. Þannig að við erum að nýta þá gamla steypu í nýja steypu. Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn héldu flokksráðsþing sinn í dag, þar sem meðal annars voru kynntar áherslur fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí. Í ræðu sinni talaði Kristrún Frostadóttir formaður Samfylkingarinnar meðal annars aukið samstarf ríkis og sveitarfélaga í 3 meginþáttum. Í fyrsta lagi að lækka kostnað barnafólks, í öðru lagi með þjóðarátaki í umönnun eldra fólks í heimahúsum og síðast en ekki síst viljum við auðvelda rekstur og uppbyggingu með að gera það sama í sveitarstjórnum og við höfum gert á fyrsta ári okkar ríkisstjórnar. Rist upp í kerfinu, ráðast í markvissa einföldun regluverks til að liðka fyrir framtaki og verðmætasköpun. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins gagnrýndi meðal annars efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar og áform hennar að hefja aðildarviðræður við ESB. Hún sagði Sjálfstæðisflokkin undir sinni forystu byggja á 3 stoðum. Fullveldi Íslands og skýrri forystu, efnahagslegri ábyrgð og í 3. lagi fleiri tækifæri fyrir fjölskyldur, ungt fólk og atvinnulíf. Þetta
sú leið sem ég vil fara með flokkinn. Ég vil festa Sjálfstæðisflokkinn aftur í sessi sem sterkasta pólitíska aflið á Íslandi. Hátt í 300.000 manns fylgdust með stórtónleikum suður-kóresku hljómsveitarinnar BTS á risaskjá fyrir framan Gyeongbokgung konungshöllina í hjarta höfuðborgarinnar Seúl í dag. Hljómsveitin kom saman eftir 4 ára hlé en hún hefur verið eins og vinsælast í heimi undanfarin ár. Hún tók sér hlé 2022 meðan strákarnir 7 sinntu herskyldu. Endurkomunni var fagnað með plötuútgáfu og tónleikunum var líka strengt á Netflix. Hljómsveitin á leiðin á tónleikaferðalag heiminn sem verður hennar stærsta hingað til. Hingað heim aftur samtökin Hjálparkokkar hafa í 10 ár gefið efnaminni börnum páskaegg og jólagjafir. Stofnandi samtakanna veit sjálf hvernig það að þurfa að neita börnum sínum hluti sem þykja sjálfsagðir á öðrum heimilum. Þetta væri kannski mín leið til að gefa sjálf mér tilbaka og ég veit hvað að vera í þessum sporum. Þannig að ég hvernig bara greip boltann og hendi ykkur smá svona einleiki og síðan fór bara í loftið. Svo hefur þetta bara einhvern veginn stækkað og stækkað með árunum. Það var mjög stórt í dag. Samtökin gefa 100 páskaeggja í ár, þeim fjölskyldum sem hafa ekki efni á að kaupa þau. Fyrirtæki hafa styrkt samtökin fyrir jólin. En í kringum páskuna þá þetta svolítið fólki í samfélaginu sem að styrkja okkur. Hildur segir að mörg börn búi við fátækt á Íslandi og mikilvægt sé að sýna þeim virðingu sem biðja aðstoð. Það skiptir svo miklu máli að taka móti viðkomandi á sama hátt og vilt að setja eitthvað móti þér. Þú ber virðingu fyrir manneskinu sem að þú ert að leita til og þú vilt, eins og ég sé það, þú ber virðingunni fyrir manneskinu sem að biðja aðstofuna. Samtökin birta lista yfir páskaegg sem í boði að óska eftir. Hildur kaupir eggin og býður svo fjölskyldum heim til sín þar sem eggin eru afhent. Og það eins og ég segi alltaf þegar ég búin eftir hverju jól, þá ég náttúrulega búin að fylla mitt hjarta og ég lifi á því út árið. Og þá að veðri. Norðan og síðar norðvestan 15 til 23 metrar á sekundu og snjókoma ásamt gulum viðvörunum á austurhelmingi landsins í nótt og fyrramálið en hægari vestanátt og él vestan til. Dregur úr vindi á morgun einkum síðdegis og víða él. Frost víða 0 til 5 stig en frostlaust við suður og austurströndina. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Íslenska karlalandsliðið handbolta tapaði fyrir Svíþjóð í æfingaleik á Hlíðarenda á 5. dag. Liðið fékk tækifæri til að hefna sín í Kaplakrika í dag. Kristína Alba Markus Hafliðadóttir keppti í 60 metra hlaupi á sínu fyrsta heimsmeistaramóti í dag. Heimsmet féll í söðþraut karla á mótinu og Elisabeth Rut Rúnarsdóttir jafnaði Íslandsmetið í sleggjukasti í nótt. Gerpla reyndist sterkasta lið á bikarmótinu í áhaldafimleikum. Þetta og fleira í íþróttum eftir augnablik. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Sjór hefur ítrekað flætt yfir bílastæði við Reynisfjöru og fólk átti fótum sínum fjöralauna í stórstreymi í vikunni. Sjórinn hefur grafið stóran hluta úr hlíðinu ofan við fjöruna. Bandaríkjaher hefur veikt getu Írana til að gera árásir á Hormússundi undanfarna daga. Hópur rúmlega 20 ríkja segist vera tilbúin að tryggja öruggar siglingar sundið. Börn sem dvelja hér í leit að alþjóðlegri vernd fá ekki að sækja leikskóla eða tómstundir. Barnaheill telja þau búa við óviðunandi aðstæður. Félagsmálaráðherra segir breytinga að vænta. Brottflutt grindvísk ungmenni komu saman á ungmennaþingi í heimabænum í dag. Þau segja mikilvægt að unga fólki fá að hafa raunveruleg áhrif. Og þá þessi fréttatíma á enda. Við kveðjum ykkur í kvöld með myndum af nýjum turni Mosfellskirkju í Mosfellsdal sem nýverið var hífður á kirkjuna eftir viðgerð. Verið sæl. Keyrum þetta í gang.
Hátíðardagskrá RÚV páskana fjölbreytt og vönduð. Ísland ekki tilbúið í það. Það ekki val að gera neitt annað, rétt á meðan.